þannig að það bara, eins og ég segi, það má segja bara það sauð á mér þetta kvöld og bara og þennan dag og ég áttaði bara, ég sagði bara, vá, þú veist, ástandið hérna á Íslandi er miklu alvarlega heldur mig grunaði. Við búum ekki lengur í réttaríki. Við búum bara í einhver svona frumskólalögmáli, skilur. Það sem að það er bara að draga fólk út af einhverju þvælu fyrir dómstóla og búa til sakamál og það er allir bara hlutdrægir, dómarinn dæmir ekki út frá vitnisburðum og gögnum og saksóknarinn er bara, þú veist, í sama bóli með kærendanum, skilur. Þetta er algjörlega, þetta er svo unprofessional, skilur, og ófaglegt. Já, og ef það er eitthvað til í því að svona andinn í málinu séu svolítið byggður á sko, því áliti sem að fólk hefur á þér, þú veist, sem er eitthvað fyrirfram ákveðið, fordóma álit byggist á fordómum sem byggir á því að það hafi svona ákveðna skoðun á Margréti Friðriksdóttur sem er svona að þá er það mjög alvarlegt mál ef að réttarvörslukerfið er einhvern veginn að þetta sagði mig það bara einmitt að þú veist, það er bara dæmt út frá tilfinningum og skoðunum en ekki út frá gögnum málsins og vitnum og svoleiðis. Þannig að það var rosalegt áfall líka að því að þetta var sko, ég er einstaklingur, skilurðu, ég er mannleg, ég á, þú veist, mín börn og skilurðu. Þannig að hérna, það er ekkit eitthvað léttvægt mála að bara hérna valdríkið, bara valdstjórnin elitan eins og leggur sig frá lögreglu upp í dómstóra bara leggjast á fullum þunga á einstakling og stöðugt, skilurðu. Þetta er búið að vera núna í 8 ár síðan 2018. Það meina þetta hefur bara rosalega afleiðingar á fólk og eins og ég segja að þú veist þetta hefur áhrif á afkomu fólks og ég meina eins og við veitum í MeToo að það eru menn sem að mistu hérna allt lífsvið væri og það er bara sama við mig að ég fengi ekki vinnu neinstæðir í samfélaginu. Það er svona verði að treysta algjörlega sjálf á mig og ég þurfti að berjast algjörlega sjálf fyrir mínu. Ég stofnaði Fréttina 2021 og ég er búin að vera sjálfstæð starfandi núna í þú veist, nokkur ár og þar á undan var ég líka sjálfstæð starfandi vegna þess að fólk eins og ég er einfaldlega eins og ráðin í störf. Þetta er orðið það alvarlegt ástand í samfélaginu, það er allir hræddir. Skilur. Þannig að það er mjög alvarlegt að það sé líka verið, eins og ég segja, að ráða svona afkomu fólks og bara einhvern veginn, bara því að ég hef tekið þátt í umræðum sem að allir hafa skoðun á og þetta vók, eins og þessi útlendingamála, hælisleitendamál. Þú veist, ég var að rifja hérna upp. Árið 2016, það var akkurat núna 10 ár síðan ég fór hérna í viðtali hérna til Bjartmars hérna átt, sko, þar sem að byrjaði þessi umræðu útlendingamál, skilurðu. Og ég gleymiði aldrei, skilurðu, að fyrirsögnin var rætt við áberandi rasista. Það var fyrirsögnin. Já, fyrirsögnin. Og þá var ég sko bara að vísa í þessi grooming gangs, skilurðu, að þú veist, þá voru að tala grooming gangs og þá segi já, þeir eru að nauðga og svo til að hafa þetta krasa þá kliftuðu út, skilurðu, og kliftu út þarna part sem ég er að tala þessi grooming gangs til margra ára og kliftu út og letu lítið út eins og ég var að segja að allir múslimar væri nauðgarar. Skilurðu, þetta er svo óheðilegt hvernig þetta er unni allt saman. Var þetta DFF eða stundin? Þetta var stundin og þetta viðtal hafi mjög mikil áhrif á mig og líka bara eins og ég segi eins og dætur mínar og börnum mín að þær hafa orðið fyrir aðkasti vegna þess að þau bara umræðan er bara brengluð og við erum bara tekin út. Þetta er ekki umdeildari skoðanir en það að ég hef alltaf talað fyrir skynsemshyggju í til dæmis hælisleitendamálum. Þarna 2016 þá talaði ég fyrir því að við ættum að vanda okkur, skilurðu, það verður ekkert að taka á móti fólki hérna en það eru við sem ættum að velja hvaða fólk við viljum. Við ættum að hugsa vel þá sem kæmi hérna, ekki vera að hlaða á mikið fólki og ráða ekki við, skilurðu. Þetta er nákvæmlega sem stjórnmálamenn er að tala í dag. Og svo talaði ég líka fyrir því að við ættum að fá meira kristnum flóttamönnum sem er ofsóttasti trúarhópurinn í dag og aðlagast bestin í okkar samfélag því að við erum kristin þjóð. Þetta var nú allt sem ég sagði átt að vera svona ægilegu rasismi þessu fólki finnst þetta að vera rosalega umdeildar skoðanir. Og svo tekur þetta engar ábyrgð á ástandinu í dag, skilurðu. Það er bara, þú veist, það er ekkit að segja, heyrðu, við hefum ránt fyrir okkur, við hefum átt að hlusta á þetta fólk sem Nei, blessaður, það kemur aldrei. Það kemur aldrei, sko.